Hliðarlínan komin í loftið aftur og á línunni Pétur Sigurðsson, meðlimur í landsliðsþjálfara teymi Íslands. Sæll Pétur, þeir eru komnir aftur á stað eftir ferðina til Litáen. Hvernig gengur? Það gengur bara mjög vel og við erum búin að vera að æfa mjög stíft þessa vikuna og það hefur gengið bara mjög vel. Við erum náttúrulega bara undirbúið okkur undir svipað verkefni og við viljum vera bara helst til betur undirbúnir heldur fyrir Litáen-leikinn sem var gríðarlega erfiður og við erum svona bara að vinna þetta hægt og rólega. Þetta skipulegi. Já, það var virkilega stór skellur og þurfti eitthvað að greiða úr þeirri andlegu flækju. Nei, ég held ekki. Þetta var einhvers sem ekkert andleg flækja neitt. Við vorum náttúrulega bara stutt á okkar undirbúning komnir. Við vorum búin að æfa saman hann í viku þegar við förum út í þetta verkefni og við vorum með þess að þótt að við höfum unnið þetta free agent lið þarna úti, þá vorum við ekki að spila vel heldur þá en unnið á tiltölulega auðveldlega en þú var aðtöða það náttúrulega að Litáarnir eru með þetta besta landsliðum í heimi og þeir voru náttúrulega vel að vegkonni, búin að vera að æfa saman 1,5 mánuður og búin að vera í undirbúningi fyrir Ólympíuleika og það var svona, þetta var 50 stig klárlega ekki muninn á þessu liðum en þeir eru náttúrulega þjóð en við erum svona, ég er svona sem hefur ekki búið til afsakanir en við erum náttúrulega bara aðeins, vorum mun stittra vegkomnir með undirbúning heldur en þeir. En þegar fólk sér svona lokatölur og vita að Serbar sem eru að handa með hótnið næstir á daskara, þá óneitanlega svona fer maður að velta þið fyrir sér hverslags séns við eigum og hvað þið þjálfarateymið viljið og teljið að við getum gert á móti. Já, það er náttúrulega stór hluti af okkar undirbúning náttúrulega líkamlegur undirbúningur. Við viljum náttúrulega vera í okkar besta líkamlegu formi og við viljum náttúrulega æfa eins og vel að við getum. Og við förum náttúrulega yfir þeirra leik líka mjög vel og við undirbúum okkur eins vel að við getum og ef við spilum mjög góðan leik þá er alltaf möguleiki í þessari stöðu, alltaf. Þetta strembið prógram, það byrjar á Serbum og svo bara farið eiginlega strax daginn eftir upp í flugvél til að spila útileiki. Hvernig líst þér á svona leikjaprógrami með með þetta álag í huga? Þetta er alltaf rosalega erfitt álag og það er mjög erfitt að fara í þennan pakka en aftur á móti er þetta líka mjög skemmtilegt og þetta var svona NBA-fílingur yfir þessu að við erum bara upp í flugvél og ég er útum á hótelum og spila í stórum höllum og fyrir framfyllta áhorfendur og ég held að menn séu mjög vel pumpaðir upp fyrir þetta og andlega undirbúnir undir þessi átök. Þetta ég held að allir leikmenn og allir þjálfarar og leikmenn hlakka mjög mikið til að fara og takast á þetta verkefni. Þetta er náttúrulega einstakt tækifæri að spila móti svona góðum þjóðum og góðum leikmennum og hvað þá að leggja sig allan fram og vonast eftir góðum úrslitum. Já. Núna þegar þið fóru til Litáen þá voru þið með 12 manna hóp. Eru þið búin að taka ákvörðun um lokahópið eða ætlið þið jafnvel að vera með 13 leikmenn á lista? Nei, það er engin ákvörðun verið tekin samband við leikmannahópin eins og er. Svo við erum bara ennþá að vinna í því og menn eru að leggja svo mikið fram og mikið samkeppni í liðinu og samkeppnisstöður og sem að gera æfingarna þá bara meira krefjandi og betri fyrir vikið. Áður við sleppum við Pétur, hvað eru við að leggja upp með fyrir þessa keppni? Ætlum við eitthvað að reyna, erum við að fara í run and gun 3-stiga leik sem er svona kannski svolítið íslenskt eða ætlum við að vera með boltapressu eða hvað eru þið að leggja fyrir? Já, við erum náttúrulega með mjög öfluga bakverði. Það er svona okkar styrkur og við erum svona leggjum mikið upp á stífum varnarleik, pressum hátt á völlinn og síðan reynum við að hlaupa svolítið hratt á liðið. Og við reynum að hægja á tempói andstæðingarna og síðan þá að setja svolítið að vera góð að pressa og hlaupa svolítið hraðanum okkar meginu. Að reyna að stjórna hraðanum er svolítið okkar leikur.
Petri talaði mitt það eftir leikinn á móti Litháen að það hefði ekki gengið nægilega vel að hreyfa bolta nægilega mikið innan liðsins og láta hann fá svona snertingu inn og út. Nei, það kannski kemur líka upp á æfingarleysi og menn eru kannski svona að slípa sig saman og þetta eitthvað sem við erum búin að vera að vinna í núna í þessari viku og næstu og þann næstu og þá erum við búin að vera þetta er náttúrulega aðalsmerkið á okkur, boltarhreyfing og það er líka, þá dreifum við ábyrgðinni svolítið vel á leikmenn. Við viljum fá framlag frá mörgum leikmennum. Það er svolítið svona okkar styrkur líka. Já, núna er Verslunarmanna helgin að banka á dyrnar, þannig að menn fá að grilla í 1-2 daga og svo er bara botlaust fram að leik, eða hvað? Já. Við erum búin að æfa 2 á dag núna alla vikuna og við erum 2 í dag núna á föstudag en síðan ákváðum við að gefa þeim smá frí á laugardag og sunnudag. Og síðan byrjar þetta bara aftur á mánudagsmorgun. 2 á dag. Hefur þú trúið því að Íslendingar minni fjölmenna í höllina til að stæða baki á liðinu? Já, ég trúi ekki öðru. Við erum náttúrulega, ég held að landsliðið hjá okkur í dag hefur aldrei verið sjaldan hefur verið eins sterkt og það er mikil vinna lögð í landsliðið núna og mikil metnaður og ég hef alveg fulla trúið því að Laugardalsvöllur verður fjölmenn á þessum heimaleikjum. Ég trúi ekki öðru. Íslensku körfubolti er í sókn og við erum aldrei held ég átt eins marga atvinnumenn og gæði þetta körfuboltans þá aukast. Glæsilegt Pétur. Þakka þér kærlega fyrir spjallið og bara áttu kveður. Já, takk fyrir það, Jón. AB Varahlutir er þinn hagur í varahlutum. Eigum varahluti í flestar gerðir bíla. AB Varahlutir, Bíldsöfða 18 og nú einnig í Reykjanesbæ.